Það eru liðin 20 ár síðan Valgeir Þorvaldsson og kona hans Guðrún Þorvaldsdóttir á Vatni í Skagafirði opnuðu Vesturfarasetrið á Hofsósi. Með tilkomu setursins var lyft grettistaki í að efla samskipti Vestur-Íslendinga við ættmenni og uppruna sinn hér á landi. Flestir Vestur-Íslendingar þekkja til setursins og ófáir þeirra telja heimsókn þangað vera einn af hápunktum Íslands heimsóknar. 20 ár, hvað heldur þú sést margir búin að heilsa upp á safnið á þessum tíma? Já, ég hef nú kannski ekki tekið það nákvæmlega saman en þetta náttúrulega margir tugir þúsunda og náttúrulega vænst þykir okkur allan þennan fjölda sem kemur frá Kanada og Bandaríkjunum. Það þetta okkar fólk og svo Íslendingar, þeir náttúrulega mjög áhugasamir. Þannig að þetta svolítið gangi í báðar áttir og ég segi stundum að þetta svona brú á milli þessara tveggja heima sem við höfum byggt og hún ætlar að halda greinilega. Þannig að við erum stolt af því. Þú nefndir baráttu saga. Það ekkert gert með annarri hendinni að koma svona safni á laggirnar. Ertu þreyttur? Nei, ég það ekki, en ég man reyndar eftir þegar við opnuðum 96, fyrsta gamla kaupfélagshúsið, sem að fyrsta sýningin var sett upp. Þá held ég hafi ekki farið úr fötunum í 3 daga þar á undan, og ég lofaði mér því, morguninn þegar við vorum að opna, að svona myndi ég ekki gera aftur. En það réttlaðist nú að mér fljótlega. Þú ekki staðið við það? Nei, ég stóð ekki við það. Þannig að maður jafnar sér fljótt, og síðan auðvitað þannig að það raunar bara ein leið í þessu og hún áfram. Þetta risa stórt verkefni og raunar þó að ég yrði 100 ára og vel það, að þá eru næg verkefni endalaust framundan. Því að hlutverk Vesturfarasetursins að segja þessa sögu og þær eru rosalega margar sögurnar og áhugaverðar. Og ég held að við getum ekki gert þessu fólki neitt betra sem að koma til Íslands og að leita uppruna síns en að segja söguna þeirra. Því að það var náttúrulega býsna neikvæð umræða og umfjöllun og ég man eftir þegar við byrjum 96 að þá heyrði ég þessar raddir talsvert. Hvernig voru þær aftur? Þetta voru raunar bara aumingjar og vilsingar sem fóru til Ameríku. Nú hálfgerðu þeir liðhlaupar eða svona, þriðjaflokks fólk, en ég hef náttúrulega hamast við það í gegnum þessi 20 ára að afsanna það og það varla svo að maður heyri eina rödd á ári sem neikvæð. Þannig að auðvitað hefur margt komið til, mikið af upplýsingum hefur komið fram, en það svona pínlítið sport hjá mér að breyta þessu viðhorfi. En maður horfir bara á myndina einmitt fyrir aftan þig, það kannski ekkert skrítið að það hafi læðst að fólki þrá til þess að fara í eitthvað heitara og betra heldur en þennan ís? Nei, ég náttúrulega líti á þetta sem mikla hetju og mikinn hetjuskap að fara frá Íslandi, frá þessum hrikalegu aðstæðum og hefja nýtt líf, En það var svo sem ekki eins og tæki við þeim, dansa á rósum í nýju landi. Þannig að þar var líka gríðarlega erfið barátta og reyndi mjög á fólk í nýju landi, kunni ekki málið, kunni ekki á þetta nýja land, þannig að það virkilega tók toll af þessu fólki. Þó saga Vesturfaranna sé okkur nokkuð kunn, þá saga þeirra 40 Íslendinga sem fóru til Brasilíu ekki jafn þekkt. Sögu þeirra gerð talsverð góð skil á Vesturfarasetrinu. Þetta auðvitað ekki stór saga, þetta ekki nema tæplega 40 manns sem fara til Brasilíu, en ákaflega áhugaverð, náttúrulega algjörlega klikkað ferðalag að fara allavega til Brasilíu. Þannig að svona í tilefni af 20 ára afmælinu þá fannst okkur dálítið skemmtilegt að taka svolítið annan vinkil
skil á þetta og þetta auðvitað fólk sem á alveg skilið að við fjöllum söguna þeirra eins og aðrir sem að tóku sig upp og flutta landinu. Og framundan ferð til Vancouver, þú ætlar að stefna þangað hvenær í vor? Já, við stefnum á að fara 20. apríl á vesturströndina og upphaflega hugmyndin mín var að heimsækja Íslendingafélögin og í Vancouver og Victoria og sýna þeim sóma og ræktarsemi, leiðan við okkur þykir vænt það þannig líka. Þó að kannski megin áherslan hafi verið á miðríkin, Minnesota, North Dakota og Manitoba, en á vesturströndin eru þúsundir manna af íslenskum ættum. Og ég ætla að fara með heimismenn og við ætlum að syngja fyrir þá og halda þarna hátíðir á nokkrum stöðum. Það dugur ekkert minna en heil karlakór? Nei, ég meina ef við förum til Ameríku þá förum við í alvöru, sko. Við förum ekki með barnakór í það. Þannig að það svona næsta verkefni, en sýningin hér á Brasilíu förunum verður hérna áfram, það ekki? Jú, hún verður áfram. En reyndar í tengslu við ferðina vestur, við erum að undirbúa sýningu vesturstrandarfólkið og þetta kannski þessi heimsókn hluti af því verkefni. Við stefnum að opna vesturstrandarsýninguna 2018 og erum semst að fulla safnaupplýsingum og tengja þetta ágæta fólk við Ísland aftur. Þannig að þessari vegferð ekki lokið eins og þú nefndir. Hvert stefnir svo eftir vesturströndina? Hvar bar Íslendinga niður á fleiri stöðum? Ég hugsa jafnvel og ég nú farin að svona horfa á verkefni þarf eftir og það eru samskipti Íslendinga og Indíana. Þau voru ákaflega sérstök og athyglisverð saga. Þar gæti orðið til sýning á næstunni. Síðan það svæði eins og Saskatchewan sem við höfum ekki farið mikið inn á. Og það svona aðferðafræði mín gengur auðvitað út og það að fara á milli svæða. Því að það ekki hægt að éta þennan fíl í einu bita, þannig að maður verður að svona fara á milli svæða og fókusera bara á tiltekin svæði. Og við erum náttúrulega búin að fara inn í North Dakota, Utah, Manitoba og núna sem sagt vesturströndin. Þannig að í þessari seríu munum við koma að Saskatchewan og það svona að við erum farin að horfa í það átt svolítið. Spennandi tíma framöndan og ég vissi það, ég kem ekki að tóma kofanu með hvert þú stefnir. 20 ára baki, það mörg ára framöndan og gangið sem allra best. Takk hérlega fyrir það, sömuleiðis. Hjartað kvalið af löngun brenn